húsnæðismarkaðinn og leigumál. Það var Guðmundur Hrafn Arngrímsson og að fjalla nýútkomna skýrslu og leigjendasamtakana og fjalla ástandi á leigumarkaði. Og á öðrum fundinum var Sigurður Pétursson að tala húsnæðismál í tengslu við verkalýðshreyfinguna í gegnum tímann og verkamannabústaðakerfið. Núna ætlum við að vera með þriðja fundinn og það yfirskrift hans er kominn tími á byggingarsamvinnufélög. Og við ætlum að fá hérna Benedikt Sigurðarson til að segja okkur frá húsnæðissamvinnufélögum hér heima og erlendis og hvernig þau hafa svona tryggt almenningi öruggt og ódýrt húsnæði gegnum tíðina. Hólsteinn Brekkan kemur svo eftir og segir frá íbúðafélagi Suðurnesja sem var tilraun leiðinda til að koma byggingarsamvinnufélagi á koppinn. Hverjar eru hindranirnar og hver er leiðin fram hjá þeim? Ég ætla að fá Sönnu til að vera fundarstjóra og væntanlega verður boðið upp á spurningar og annað en hún segir ykkur kannski nánar frá því. Sanna, gjörðu svo vel. Já, hann Benedikt Sigurðarson sem hefur langt skeið rætt og ritað húsnæðismarkaðinn og lagt til lausnir, hann mun byrja með erindi og svo kemur Hólmsteinn Brekkan sem hefur með mikið tjá sig stöðu leigjenda og mun segja okkur svona frá íbúðafélagi Suðurnesja eins og María fór inn á. Við ætlum að byrja þetta, Benedikt byrjar og svo ætlum við svona aðeins kannski að standa upp í 5 mínútur, fá okkur kaffi, svo kemur Hólmsteinn og svo ætlum við að opna fyrir spurningar. Það er listi að ganga fyrir þau sem að vilja koma stofnun undirbúningshóps fyrir svona byggingarsamvinnufélag en við förum bara vel yfir það nánar á eftir. Þannig að Benedikt, bara gjör svo vel, takk. Þessi ekki notkun. Halló. Ég held ég ekki í sambandi. Halló. Heyrið þið sem sagt í mér? Já, komið sæl og blessuð og takk fyrir að bjóða mér að koma hingað. Þegar ég hlusta á kynninguna hjá henni Maríu þá áttaði ég mér á því að það er eins og vant með mig, ég er ekki hlýðinn. Ég hef aldrei farið nákvæmlega eftir þeim fyrirmælum sem að mér hefur verið gefin. Ég hef rekist illa í flokki og ég ætla að halda því áfram. Ég var fæddur í andófi Þingeyinga og ólst upp í efahyggju hjá róttækum framsóknarmönnum sem að töluðu dagsdaglega aðalega við gamaldags íhald og kommunista og ég lenti inn í 68 bylgjunni í menntaskóla og án þess að verða nokkuð tímann marxisti. Ég held ég sé framsóknarmaður en ekki af þeirri tegund sem að þið þekkið. Ég hef verið ástríðimaður samvinnufélög langan tíma. Fékk tækifæri til þess þegar að KEA var komið að fótum fram á síðustu árum síðustu aldar að slást við að halda því félagi á lífi í eigu félagsmanna og meðal annars fékk ég tækifæri til að verða stjórnarformaður félagsins nokkur ára bil en það var nákvæmlega á þeim tíma þegar að framsóknarmenn trúðu því að það væri ekkert eftir nema dauðinn í því félagi. Ég sem sagt fékk að vera hann þegar þeir trúðu því að þetta væri búið. En ekki meir það. Ég held að sé vonlaust fyrir okkur að takast á við húsnæðismálin til lausna nema við áttum okkur á því hvaðan við erum að koma og hvers vegna við erum hér vegna þess að það er ekki tilviljun hvar við erum stödd með þennan hræðilega húsnæðisveruleika. Þetta er búið að vera byggjast upp í mismunandi bylgjum í 100 ár. Við erum með gríðarlegan húsnæðisskort, vaxandi. Ég ætla að fullyrða að það vantar inn á markaðinn við lok ársins 23, sennilega 12.000 íbúðir. Það er meira en 4 ára framleiðsla, þegar vel gengur. Nú segir Samtök iðnaðarins að Seðlabankinn hafi þegar náð
að draga saman nýbyggingar íbúða 65%, tæki eftir. 65% á 8 mánuðum. Tækifæri neytenda til þess að byggja sjálfir bæði í einkaeign og í neytendareknum samvinnufélögum hefur skipulega verið skert allt frá því að bankarnir komu inn á lánamarkaðinn með einkavæðingu 2002-2003. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Valdastéttirnar í landinu hafa verið samtaka það og þau voru mjög samtaka það með gamla ASÍ að skerða þessa möguleika til neytendarekstrar. Þrátt fyrir það að menn töluðu á góðum stundum í verkalýðshreyfingunni verkamannabústaðina sem að enduðu á því að verða í raun og veru gjaldþrota vegna verðtryggingarinnar. Það var alveg sérstaklega þrengta möguleikum neytenda frá því að eftir hrunið, þegar að eftirvinnslan af íbúðahruninu í bönkunum fór fram undir stjórn handlangara þeirra Steingríms Sigfússonar og Jóhönnu Sigurðardóttur, og ég segi handlangara vegna þess að ég veit að þau gerðu þetta ekki sjálf, en þau höfðu býsna vonda ráðgjöf. Árni Páll Árnason gerði tilraun sem ráðherra til þess að starta einhverju umgjörð húsnæðismál og 2010 var lögð fram skýrsla sem átti að byggjast á því að það yrði endurnýjaður íbúðamarkaður með 4 stoðum. Í séreign, félagslegar íbúðir eða félagslegar leiguíbúðir, almennar leiguíbúðir í einkaeign og neytendareigin búsetu og leigumarkaður. Til þess þurfti opinbera stýringu á lánamarkaði þar sem not for profit rekstur fengi tryggjan aðgang með stuðningsramma og mögulega opinberi ábyrgð. Ekkert var það því, þessu var allir slátrað. 20. öldin okkar byrjaði með hroðalegum harmkvælum og húsnæðismarkaði, einkum í höfuðborginni. Torfkofar voru ekki vandamálið, heldur ofsetnar, ískaldar, kolakitrur og skúrar og algjör skortur og hreinlæti. Fyrstu áratugir Framsóknarflokksins, Alþýðuflokksins og ASÍ, eða frá 1916 og alveg fram til 1940, fóru í að pressa fram fyrstu skref í siðmenntun íbúðamarkaðar með umbótum í fátækralöggjöf og með fyrsta vísi að verkamannabústöðum árið 1929, og það var eingöngu fyrir ASÍ félaga og fyrstu byggingarsamvinnufélögin sem að komust á laggirnar á árunum milli 1930 og 40 með beinum og óbeinum stuðningi SÍS. Vinnulöggjöfin frá 1938 sem að enn verið að slást við eins og á liðnum vetri, menn heyrðu það að þá verið að tala að vinnulöggjöfin væri nú aðalþrándur í götu þess að sátta sem ríkisins gæti farið sínu fram gegn verkafólki. Nú félags- og tryggingakerfi komst á teikniborði í framhaldi af kreppunni. En við skulum hafa það í huga að bæði þessi kerfi, byggingarsamvinnufélög og verkamannabústaðir voru eignaríbúðir. Svo skrítið sem það nú var. Á því eru kannski einfaldar skýringar þó þær hljómi ekki gáfulega. Gamall framsóknarmaður úr sveit sem bjó hér í Reykjavík og starfaði innan verkalýðshreyfingarinnar töluvert lengi. Hann laumaði með þeirri skýringu að ástæðan fyrir því að þetta varð svona hafi verið svo að borgaraíhaldið í Reykjavík tók ekki mál. Á útluta lóðum leiguíbúðir þannig að hægt var að byggja verkamannablokkir að sovjetstíl. Og ennþá síður vildi borgaraíhaldið í Reykjavík að SÍS gæti farið að hanna íbúðahverfi fyrir brottflutta Framsóknarmenn úr sveit. Já, það var nefnilega það. Ég var aldrei í sambandi. Já, það ágætt. Herði, en þetta með borgaraíhaldið, þeir ætluðu sko ekki að sjá fyrir sér að það væri safnað saman fólki af þessu sauðahúsi sem ég nefndi, verkamanna alþýða sem byggi við þokkalegar aðstæður á eigin forsendum og enn síður að þeir vildu fá tækifæri til að láta Framsóknarmenn fjölga sér í þokkalegum húsnæðisaðstöðum. En að sjálfsögðu voru sett sér lög, bæði verkamannabústaði og byggingarsamvinnufélög. Sjálfstæðisflokkurinn var ekki þáttakandi í því. Árið 1945, eftir stríð, þegar menn voru að koma út úr furðulegum húsnæðisaðstæðum, þar sem að braggarnir, eftirskildir braggar stríðsárana tóku við fólki sem átti hvergi að halla, þá ruddust framsóknarmenn upp á Alþingi. Ég greip hérna bara
fyrirsögn úr Einherja og Framsóknarmanna á Siglufirði sem segir frá því að Hermann Jónasson og Gunnar Hermannsson, Páll Hermannsson fluttu frumvarp á þingi að það skildi verða forgangsfjármögnun fyrir byggingarsamvinnufélög og verkamannabústaði allt land. Með það markmiði að þessi tegund húsnæðis yrði í höndunum á neytendunum sjálfum. Og höfum það í huga, á fyrstu árum eftir stríð, ég man ekki hvort það var 46 eða 47, var BSRB stofnað. Fyrir þann tíma höfðu opinberir starfsmenn starfað meira og minna félagslausir, sumir alveg, nema rétt prestar og læknar. Stéttarfélög og opinberar starfsmanna beittu sér meðal annars fyrir stofnun byggingarsamvinnufélaga. Þau pressuðu fram í samskiptum við ríkið nýja lánaskilmála með þessu tvöfalda ábyrgðarkerfi, þar sem var einn fyrir alla og allir fyrir einn, og komust af stað eða hjálpuðu sínu fólki af stað í húsnæði með býsna góðri gerð. Margir þekkja póstmannablokkina eða kennarablokkina eða hvað nú Þessar íbúðir voru því miður byggðar allar sem lausar einingar. Þær voru í sjálfseign og það var ekkert kerfi sem hjálpaði þessum félögum að halda áfram að byggja með þessum hætti. Þær voru síðan innleystar af erfingjum eða eigendum og þessi félög ekkert lengur og voru í raun og veru aldrei samvinnufélög. Allan þennan tíma var að ræða pólitíska ákvörðun lána eða lánaflokka fyrir íbúðabyggingu neytenda og verkafólks. Höfum það í huga. Það hefur aldrei verið öðruvísi farvegur hér. Aðgerðir í framhaldi af stríðinu komu byggingar nokkuð víða landið, á Húsavík, Ísafirði, Akureyri og víðar. Og síðan var því framhaldið með aðgerðum til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis. Og aftur ég að kasta hér upp afreksverkum að því virðist framsóknarmanna. 1967 eru þeir Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson að leggja það til að byggingarsamvinnufélög fái forgang að lóðaúthlutun. Og þau fái auk þess trygga fjármögnun. Þetta fékk nú ekki góðar undirtektir hjá íhaldinu. Þetta var auðvitað á svipuðum tíma eins og menn voru á fullu við að byggja upp í Breiðholtinu og munum það að Breiðholtið var byggt upp bara í Reykjavík. Það var ekki uppbygging með neinum sambærilegum hætti með þátttöku opinberra aðila á húsnæði á landinu á þessum tíma. En það sem hins vegar gerðist að það var auðvitað síldin hvarf 68 endanlega, gengið var fellt þrisvar á 1 eða á 12 mánuðum og kjör almennings hrundu niður fyrir það sem við höfum séð síðan. Við fórum hins vegar af stað í nýjan tíma með útfærslu landhelginnar 1971. Hún var hreinsuð af erlendum togurum og við heldum að við værum að ná fiskveiðiauðlindinni í hendur almennings á landinu. Það var byggt upp allt land. Það var sett upp sérstakt kerfi leiguíbúða á vegum sveitarfélaga sem voru byggðar upp hér og þar á landinu og ráðstafað til almennings án tekjutengingar. Það var einungis hluti af þessum íbúðum sem voru byggðar sérstaklega og merktar fyrir fátækt fólk. Þannig að það varð til vísir að almennum leigumarkaði í ýmsum sveitarfélögum. Síðan hins vegar gerist það á árinu 1979 að menn innleiddu verðtrygginguna sem að hefur fært húsnæðiseigendum og leigjendum sannkölluð okur og ofurkjör og skelfilegar hörmungar enn og aftur og nú enn húsnæðiseigendum vísað í verðtryggð lán til þess að þeir geti nú framlengt von sína hamfarir og hörmungar í framtíðinni. Nú, 1900, eftir verðbólgumisgengið 83-84, þá stóðum við frammi fyrir því að fjöldi fólks var að missa húsnæðið af fyrstu bylgju verðtryggingarinnar. Það voru mikil átök og Sigtúnshópurinn var stofnaður, sumir hæla sér mjög að því í dag að hafa verið þátttakendur í því. Þó þeir hafi fengið tækifæri til þess að gera heilmikið þá hafi þeir ekki sýnt það að þeir hafi haft vilja til að læra af því sumir hverjir.
En áfram var pólitísk skömmtun íbúðalána og þegar að búseti var nýstofnaður í Reykjavík og Akureyri og nokkrum fleiri stöðum sem húsnæði samvinnufélag eftir sérlögum, þá varð úr því pólitískur brestur í ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar, þar sem voru átök það milli stjórnarflokkana hvort það ætti að heimila búseta félagunum að taka lán hjá gamlu húsnæðismálastjórn, byggingarsjóð. Og það lá við stjórnarslitum og var í raun og veru ekki fyrir heldur en að Þorsteinn Pálsson var búinn að segja af sér 1988 sem að það komst farvegur fyrir fjármögnun búsetafélagana og þá byrjaði búseti í Reykjavík að byggja, búseti á Akureyri og búseti á 1, 2, 3 öðrum stöðum sem að því miður hafa ekki fest sig síðan í sessi. Megnið af fyrstu lánveitingum til búseta á Akureyri og í Reykjavík voru lán til byggingar félagslegra íbúða, þar að segja sem voru háðar ráðstöfun til tekjulágra einstaklinga og þurftu að uppfylla öll skilmál það. Þannig að fyrsta hlutan á starfstíma búseta á Akureyri og Reykjavík var meiri hluti íbúðina ekki fyrir almenning, heldur fyrir einungis lágtekjufólk. Hérna hendi ég upp dæmi það að 1988 það var 231 kaupleigu íbúð kallað byggð í 46 sveitarfélögum á þessu ári 1988 og 9. Þannig að það hefur verið gerð tilraun til þess með þáttöku sveitarfélaga og ríkisins að byggja upp leigumarkað sem hefur verið ætlaður almenningi, ekki bara fátæku fólki. Og ég að rifja þetta upp hérna núna vegna þess að ég held að við verðum að vera meðvituð það. Markaðurinn ætlar ekki að byggja upp leigumarkað fyrir almenning. Markaðurinn ætlar ekki að leysa úr húsnæði skortinum vegna þess að það er hans hagsmunir að viðhalda honum. Og hann hefur fengið til þess alveg ótvíræðan og gríðarlegan stuðning frá stjórnvöldum, frá Seðlabankanum og þeir halda dauðahaldi í það þau heljartök sem þeir hafa á markanum og það verður ekki leyst nema með því að almenningur dragi þessi tök úr höndunum á þeim. Þjóðarsáttarsamningarnir hafa oft og iðulega verið mærðir sérstaklega. Þeir leiddu örugglega til eins jákvæðs sem var það að það tókst að sannfæra lykilmenn í atvinnurekstri að verðbólga væri ekki komin til að vera og það væri einungis spurningin það hver það geti grætt eða kastaði mest á henni. Þannig að menn hættu að hækka umfram verðbólguvæntingarnar verð á vöru og þjónustu eins og menn höfðu gert í langan tíma og eins og menn eru sannarlega að gera núna þessa síðustu mánuði. Þannig að þegar að þjóðarsáttin varð staðreind á íslensku markaði, þá leiddi hún til meiri hjöðnunar á verðbólgu heldur en var efni til, þannig að hún það sem skilgreint var hyperinflation eða sem sagt hún yfirskotsverðbólga líkt og svo sem núna geisar allan heim, sem fyrst og fremst gróða tengt yfirskotsverðbólga. Nú, gleymum því ekki að EES-samningurinn tók við 1994 og frá þeim tíma hefur borgaríhaldið og atvinnurekendur í landinu og samt flestum stjórnmálamönnum verið samtak það að reyna að telja almenningi trúum að það megi ekki gera neitt af því að EES-reglur banni allar hömlur á athafnir viðskiptalífsins. Þetta megalýi sem við þurfum að vera mjög meðvituð að standa gegn vegna þess að sá fámenni hópur sem hefur tekið eða fengið það hlutverk að aðlaga og þýða EES-reglur, hann túlkar þær algerlega eins og eftir forskriftur og samtökum iðnaðarins eða viðskiptaráði. Og við þurfum að vera gríðarlega meðvituð það að ef verkalýðshreyfing og stjórnmálahreyfingar eiga eitthvað erindi, þá þurfa þeir að vera meðvitaður það að fara inn í þennan þýðingarferil og draga hagsmuni almenning sem við getum fengið með innflutningi á vinnureglum og jafnvel á viðskiptasiðferði frá öðrum löndum. Nú gleymum ekki því að einkavæðingu ríkisbankana lauk þarna 2023, Kaupþing kom inn á íbúðalánamarkaðinn með ótakmörkuð og ódýr lán, jafnvel erlend lán, sem þau voru kölluð, þó þau væru auðvitað aldrei erlend,
og íbúðaverðbóla og byggingarbóla náði áður óþekktum hæðum rétt fyrir hrunið. Svo fengum við hrunið. Þúsundir mistu eignir sínar, íbúðalánasjóður í höndum ríkisins var notaður sem innheimtu fyrirtæki af versta klassa. Bankarnir yfirtóku eignir, þeir þvinguðu fólk ekki endilega í uppboð, heldur tóku þeir bara af því eignirnar, hægt og hljótt með mismunandi mikilli hjálp frá sýslumönnum og embættismönnum ríkisins. Eignunum var safnað í fjármálafyrirtæki. Það var viðtæk yfirtaka eigna í byggingu, á byggingarstigi. Og eitt af því sem var úthlutað í þessum eftirkostum var að ýmsir aðilar valdir aðilar fengus að kaupa eignir sem voru á byggingarstigi á slikk og gera sér ákjósanlegt startfé í því. Nú, menn þekkja þrautagönguna, ég ætla ekki að rekja hana, og menn ríkið seldi yfirtöku eignirnar í pökkun. Og það var valið inn á fundina þar sem var kynning fyrir svokallaða fjárfesta. Landsbanki ríkisins gaf til dæmis Haraldi Líndal Haraldsinni 100 eignir í gjaldþrota fyrirtæki Nísis á Akureyri. Ég segi gaf vegna þess að það liggur alveg ljóst fyrir að hann þurfti ekki að greiða 1 krónu, hann fekk bara taka yfir eignapakkann og gera sér mat úr honum. Þær eignir eru núna í rekstri hjá Heimstaden, það sem ekki er búið að selja út úr því. Leigufélagið Gamma verður til og íbúðalánasjóður ríkisstjórnarinnar á þessu tímabili lánaði til þeirra sem að fengu að kaupa. Þessi fyrirtæki heita núna Alma og Heimstaden í meginatriðum. 2013 kom ráðherra sem skreytti sig með titlinum húsnæðismálaráðherra. Startaði fjölmennu samráð húsnæðismál og ég efast ekki að á fyrstu stigum hafði ráðherrann pólitískan áhuga á því að láta eitthvað gerast. Eitthvað jákvætt. Það voru einungis 2 þáttakendur í þessum 60 pluss mínus manna hópi sem áttu heimilisfesti utan Reykjavíkursvæðisins. Það var annars vegar sá sem hér stendur og hins vegar formaður búseta á Norðurlandi sem þá var. Við kappkostuðum að reyna að koma inn í alls konar sjónarmiðum í þessa umgjörð en það tókst nú ekki mjög vel. Það var alveg ljóst að meiningin var að koma í veg fyrir að neytendasjónarmið í rekstri og uppbyggingu húsnæðis, það var meiningin að koma í veg fyrir að þau fengju farveg. Það var farið í alls konar greiningar með mjög hlutdrægum hætti, meðal annars keyptar greiningar frá KPMG, Analytica og fleiri aðilum sem að virtust í fyrsta lagi ekki vita að það væri í gildi alls konar löggjöf í Skandinavíu, í þýskumælandi Evrópu, félagslegan rekstur, íbúðarekstur, almennings og not for profit rekstur og ennþá síður vildi þeir að það kæmi neinstaðar inn í þessa orðræðu á þessum tíma að það væri virkt aðhald með verðlagningu og leigu í Danmörku, Þýskalandi, Svíþjóð eða hvar. Þeir vildu bara alls ekki ræða það. Þeir finnst allt í lagi að segja frá því að yfir stýrihópi 5 manna sem voru skipaðir aðalega fulltrúum frá ráðuneytunum, og var einn fulltrúi frá fjármálaráðuneytinu og það er mjög áhugavert að nefna það sérstaklega. Ester Finnbogadóttir var fulltrúi innan gæsalappa fjármálaaflana í þessum yfirstýrihópi en hún var eini einstaklingurinn sem var hægt að eiga orð við og ræða við að leggja gögn í hendurnar á vegna þess að hún hafði sjálf búið í Þýskalandi og í Danmörku og hafði reynslu og þekkingu á því að þessi kerfi væru raunveruleg en ekki bara til í ævintýrum Grimms-bræðra eða einhverja seinni tíma Evrópumanna. Nú, það var sem sagt mjög furðulegt að upplifa það að eina tegundin af félagslegum vinkli sem hægt var að ræða virtist nú það að byggja einhverjar örfáar, helst mjög fáar íbúðir fyrir fátækt fólk. Fólk sem geti sannað að það væri fátækt og hefði eiginlega skuldbindingum að vera það ævinlega vegna þess að alltaf var markmiðið að hægt væri að henda mönnum út. Ef það sannaðist jafnvel að fólk sem hefði búið eitt færi allt inn að sofa hjá einhverjum reglulega eða ég tala nú ekki ef það kæmist allt í einu í þokkalegar tekjur þá þyrfti það að yfirgefa íbúðirnar.
Það voru settar mjög ómálefnalegar hindranir í lögin samvinnu, í húsnæðissamvinnufélög og menn misnotuðu á þessum tíma skandalinn sem að rekstur Eir, íbúðafélags sem að var að reka íbúðir fyrir eldri borgara, hafði í raun og veru búið til. Það var auðvitað ekki húsnæðissamvinnufélag, Eir ekki húsnæðissamvinnufélag og hefur aldrei verið og átti ekki að vera, og menn yfirfærðu þann vanda og umboðsvanda sem þar var við að fást yfir á húsnæðissamvinnufélögin til þess að reyna að búa til girðingar til að koma í veg fyrir að almenningur gæti raunverulega stofnað húsnæðissamvinnufélög. Nú það var algjört frost í byggingum 2008 til 2013. Það varð ægilegt mannskapshrun í byggingariðnaðinum á Íslandi. Menn töpuðu verkþekkingu, verkfærum og verkfærum og það var alveg sorglegt til þess að vita að fjárfestar innan gæsalappa, þeir fengu tækifæri til að kaupa byggingafyrirtæki fyrir slik hjá bönkunum og slæja út úr þeim þekkinguna sem máli skipti. Það hétu viðskipti og skiluðu bönkunum greinilega einhverjum tekjum. Það lá ekki fyrir neitt vitiborið mat á því hverjir væru burðugir til þess að halda á fyrirtækjunum áfram. Tilteknir fjárfestar keyptu þrotabú í byggingu eins og ég nefndi áðan og kláruðu og settu inn í eigin félag. En Íbúðalánasjóður var ekki endurreistur til þess að leiða nýja innkomu almennings á húsnæðismarkaðinn eftir hrun þvert á móti. Og þetta eiginlega furðulegt að hugsa til þess að sömuleyti var það réttlætt með því að bankarnir væru nú í höndum ríkisins og þeir gætu nú annast þessar fjármögnun nýbygginga til dæmis. En eins og ég var að reyna að rekja hérna áður, þá hefur aldrei verið til farvegur á markaði fyrir byggingafélög almennings til að fjármagna sig. Þau hefa aldrei verið fjármögnuð öðruvísi heldur en með frumkvæði ríkisvaldsins í gegnum löggjöfina og stundum, gott fyrir okkur að muna það, að stundum var stærri verkefni byggingarsjóðs fjármögnuð með lántökum úr atvinnuleysistryggingasjóði. Svo við höfum það líka í huga þegar við tölum lífeyrissjóðina á eftir kannski. Með lagabreytingunum var sem sagt girt fyrir að neytendur gætu athafna sig á byggingamarkaði, en í kjarasamningunum 2015 var samið sérstaka aðgerð til að koma til móts við fátækasta fólkið með stofnun svokallara almennra og íbúða. Þeirri megalígi var haldið að fólki að fyrirmyndin væri danska almennbúlíkerfið sem búið að starfa í 130 ára eða meira. Það megalígi vegna þess að danska almennbúlíkerfið almenn kerfi. Það að segja, það fyrir alla. Það engin tekjumörk og það meira sér tekið fram í lagaramanum að það óheimilt að sérmerkja í forgang nema 20 til 25% af öllum verkefnum þeirra kerfa fyrir hópa sem eiga að fá forgang. Þannig að menn hafi það alveg á hreinu. Hér þurfa menn að sanna fátækt sína til þess að fá aðgang. Ég held í fram að þetta sé býsna slæm leið og sérstaklega finnst mér þetta slæm leið af því að það tók í fyrsta lagi 4 ár frá kjarasamningarnir voru gerðir þá til fyrsta íbúðin komst út í notkun. Og eftir þennan tíma sem eru að verða 8 ár þá búið að taka í notkun 791 íbúð. Og haldið þið að það skipti nú öllum sköpum. Það skiptir sköpum fyrir þessa einstaklinga sem hafa komist inn í þessar íbúðir, ég ætla ekki að draga úr því. Það skiptir máli. En það skiptir engum sköpum fyrir markaðin í heild, það léttir ekki á markaðnum og það fækkar alls ekki þeim í raun sem að þurfa á slíkum úrræði að halda. Neytendur eru óvirkir á byggingamarkaði. Það líka gert með byggingarreglugerðinni. Fáir verktakar ráða ferðinni í stærri bæjarfélögum. Bankarnir ráða því algjörlega hverjir fá fjármögnun í fasteignaþróun og uppbyggingu íbúðakerfis fyrir almenning. Það hafa orðið til fáein okurleigufélög sem hafa það eitt að markmiði að ná hámarkshagnaði án þess að hafa okur og beint rán ekkert litið sérstakku harðnauga þar á bæ.
Alls konar íbúðabrask í gangi, vogun og verðhækkanir. Ég þekki einstakling sem keypti fyrir 5 árum síðan 6 íbúðir út úr nýbyggingarkerfi. Hann seldi þær allar í fyrra. Hann hafði þær í leigu mjög stuttan tíma, en hann seldi þær líka inn í íbúðafélag. Þannig að hann kasseraði alveg gríðarlegri ávöxtun, þessi einstaklingur. Það hafði engin lögheimili í íbúðunum í þessi 4-5 ár sem hann hélt á þeim. Nú, auka íbúðir vel stæðra. Það bara stór vandamál. Ég ætla að fullyrða það, á Akureyri hefur ekki bara það er gerð talning við árslokin síðustu. Það kom í ljós að það voru nærri því 1440 íbúðir í eigu aðila utan bæjar. Og þegar menn fóru að rýna nánar í það, þá kemur sér í ljós að það fullt af fólki í bænum sem á auka íbúð eða 2. Þannig að vandamálið orðið þannig að það eru kannski 20% af íbúðum á Akureyri sem ekki með setnar af lögheimili. Það eru mjög takmarkaðri notkun. 26% íbúða, ef ég skil rétt, í Stykkishólmi eru í notkunarlausar megnið af árinu. Við erum að sjá verðþróun frá 2013 sem alveg með ólíkindum. Grunnverð í framleiðslukostnaði algengrar íbúðar á árinu 2012 voru 210.000 per fermeter. Við árslok sama ár var markaðsverð sömu íbúðar hér á Reykjavíkursvæðinu rétt 300.000 krónur per fermeter. Það er að segja 30% framleiðar hluti, ekkert mjög langt frá því sem að menn geta talið raunhæft. Markaðsverðið hins vegar frá 2013 og til síðustu áramóta og núna síðustu 6 mánuði markaðsverð þessar íbúðar 840.000 krónur per fermetra. Þetta verðþróunin. Og framleiðarhlutin komin í 60%. Framleiðarhlutin komin í yfir 500.000 per fermeter. Pælið í því. Markaðsverð minni íbúða auðvitað nær 1 milljón per fermeter, þannig að við erum klár á því að það ábatasamt að byggja. Ég stel einnig glæru frá BHM. Hagfræðingur BHM gerði ágætis úttekt á þessu. Þar sýnir verðþróun eins og ég að tala 301.000 árið 2013, 834.000 í árslok síðustu. Eignafólk kaupir fleiri eignir til að græða og misnotar sér varnarleysi leigjenda. Ungt fólk sem ekki á bakgrunn í eignafjölskyldum hefur litla eða enga möguleika á að koma sér á kaupendamarkaðinn. Fólk sem lýkur námi með umtalsverðar skuldir við lánasjóðina á enn verra, bæði sem kaupendur og sem leigjendur. Fátækt barna sterklega tengd húsnæðisstöðu foreldranna. Einstæðir foreldrar og öryrkjar standa þar auðvitað mjög illa, en staða barna foreldra á leigumarkaði sem hrekjast milli hverfa og skóla raunveruleg þjóðarskömm árið 2023. Gamli skólastjórinn í mér vaknaði smástund. Eignalausir eldri borgarar hafa hörmulega stöðu á húsnæðismarkaði og þeirra býður ekki einu sinni að deila herbergi með ókunnugum á elliheimilinu. Því miður. Íslendingum fjölgar rúm 50.000 á 6 árum, samkvæmt Hagstofunni. Á sama tíma komu tæplega 17.000 nýjar íbúðir inn á markaðinn. Það óvíst og við skulum hafa það á hreinu. Þessar 17.000 íbúðir eru ekki viðbót. Við höfum það á hreinu vegna þess að á þessum tímabili fór fjöldinn allur af íbúðum út úr lögheimilisnotkun með uppkaupum efnafólks. Ríkisbankarnir beittu sér formlega með því að skera niður fjármögnun til nýbygginga frá síðari hluta ársins 2018 og í gegnum árin 2019 og 2020. Aðsögn til að sporna við offramboði. Seðlabankinn lækkaði vexti og við vitum þeir juku svigrúm aðila til skuldsetningar
Verðhækkanirnar síðustu mánuði vaxtahækkanir fyrir ekki við hafa leitt til 65% samdráttar í byggingum. Og ríkisstjórnin gerir uppbyggingarsamninga við sveitarfélögin. Hvað? Þetta þarf ekki að vera svona. Íslandi hækkaði fasteignaverð, þetta aftur frá BHM. Þetta svo fín grafík, það svo auðvelt að sjá þetta. Íslandi hækkaði verð fasteigna umfram verðbólgu á 10 árum, 2012 til 2022, 104%. Í Finnlandi hefur verð fasteigna ekki hækkað umfram verðbólgu. Ástæðan, ríki, sveitarfélög, stéttarfélög eru samtaka að tryggja framboð nýs húsnæðis og þar eru bæði virk samkeppni á byggingamarkaði en ekki síður. Þar eru neytendur virkir aðilar til að tryggja það að það sé eðlilegt jafnvægi á milli. Ástandið óboðlegt og niðurlægjandi fyrir stórt hlutfall þjóðarinnar. Það mannskemmandi. Svörin felast öll í að netja neytendur sjálfa í öndvegi, gera almenningi kleift að stýra þróuninni og öðlast frelsi og sjálfstæði og með því öryggi. Það þarf að verða til heilbrigður fjármögnunargrunnur fyrir byggingar og langtíma lánamarkaður sem tryggir öllum möguleika. Það þarf að sækja fyrirmyndir til þeirra ríkja í nágrenninu sem best hafa staðið sig áður og í nútímanum. Það verður ekki gert nema með umtalsverðu hlutverki hins opinbera. Ríkisvaldsins og sveitarfélagana líkt og lengst af var einkenni í Vestur-Evrópu og víðar enn. Það þarf að verða ákjósanleg og fær leið að neytendur stofni eigin félög, samvinnufélög og sjálfseignarfélög, bæði leigurétt og búseturétt. Það þarf að skrúfa tilbaka ósiðlega misbeitingu og fákeppni banka og lífeyrissjóða sem haga sér eins og frekasti kapitalistinn á vettvanginum og græða meir og meir. Við þurfum að koma á 4 stoðum húsnæðismarkaðar. Við höfum bara eina, núna. Við höfum bara séreignarmarkað. Það snýst allt séreign. Því þurfum við að breyta. Við þurfum leigumarkað til viðbótar og við þurfum leiguréttar og búseturéttarmarkað og við þurfum að viðurkenna það að það þörf fyrir opinbera leigumarkað til þess að tryggja fólki sem getur ekki tekið sjálft fjárhagslega ábyrgð að koma upp og reka húsnæði til lengst tíma. Það þannig. En eftir því sem að leigumarkaður og búseturéttarmarkaður í höndum neytenda verður ábyrgari og virkari, þeim mun færri og miklu færri þurfa á því að halda að reiða sig á framfæri opinbera húsnæðiskerfisins. Höfum það alveg á hreinu. Þannig að það kannski hægt að selja einhverjum það að það verði sparnaður fyrir framfærslukerfi sveitarfélaga. Og hverju brýnt að breyta strax? Það þarf að setja lög sem banna leigubrask, banna hamstur á íbúðum og banna fjárfestum að reka tómt hús þar sem að enginn hefur lögheimili. Það hægt að gera með íþyngjandi skattlagningu, það hægt að gera það með því að skatta auka íbúðir eins og atvinnurekstrarhúsnæði. Það hægt að gera það með því að skatta eins og sumarbústaði. Það þarf að takmarka með skýrari hætti svigrúm einstaklinga til að reka Airbnb. Það mjög mikilvægt, ekki bara að afmarka það við einhver svæði. Og það þarf að afnema þetta 90 daga reglubull sem beinlínis hjálpar fólki að fara á svig við skattareglur og allar skráningar. Það þarf að festa í lög virka og hvetjandi ferla fyrir íbúðafélög neytenda án hagnaðarkröfu til að byggja og reka íbúðir og tryggja forgang þeirra að lóðum sem ekki má braska með. Í þessu efni Reykjavíkurborg, borgarstjórinn í Reykjavík, eini bandamaður almennings skipulagsskilmála. Hvort sem að félögum í sósíalistaflokknum þykir skemmtilegt að heyra það ekki, vegna þess að Dagur B. Eggertsson hefur tekið slaginn við samtök iðnaðarins og stórkapitalið varðandi skilgreiningu á byggingarétti og skipulagsskilmálum sem áskilur það að tiltekið hlutfall íbúða skuli fara inn í íbúðafélög og höndum almennings og það sem kallað hagkvæmt húsnæði.
Hverjar eru svo skilgreiningarnar eru aftur annað mál, en ekkert annað sveitarfélög hér á svæðinu og ekki Akureyrarbær fæst ekki til þess að skilgreina neinn forgang fyrir byggingar svæði almennings. Nú, við þurfum að sækja fjármögnun til íbúðafélaga neytenda og almennra íbúðabygginga til dæmis með skyldusparnaði á lífeyrissjóðina. Og við þurfum að banna verðtryggingu neytendalána. Við megum ekki láta ástandið afskiptalaust. Við megum ekki hleypa lífeyrissjóðunum lausum inn á markaðinn eins og hann að óbreyttu. Við megum undir engum kringumstæðum láta Ólaf Margeirsson, ágætan hagfræðing, telja okkur trú það að það sé skynsamleg leið að lífeyrissjóðirnir komi inn í því umhverfi sem við störfum í dag sem fjárfestar á húsnæðismarkaði. Við vitum hvernig þeir haga sér sem eigendur og fjárfestar á dagvörumarkaði, hverjir eiga festi og haga og svo framvegis. Við vitum hvernig lífeyrissjóðirnir koma fram þar. Við þurfum ekki að spurja, í óbreyttu umhverfi með óbreyttan mannskap munu þeir fara inn sem frekasti fjárfestirinn og haga sér algerlega eins og þeir séu ekki í eigu fólks. Neyðin ekki að fara. Kjarasamningarnir eru framundan. Við verðum að pressa fram samkomulag að það verði sett lög leigumarkaði. Við verðum að áskilja það að leigustarfsemi verði skráð og eftirlitsskyld. Við verðum að tryggja það að lögin íbúðafélög neytenda í gegnum samvinnufélög og sjálfseignarfélög verði hvetjandi og færleið í staðinn fyrir að vera þvingandi og lokuð eins og það sýnir sig. Það hefur ekki tekist að stofna eitt einasta samvinnufélag á Íslandi á þessari öld. Því miður. Ástæðan, Ísland sker sig úr. Fer ekki einu sinni eftir tilmælum og skilmálum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem áskilur það samkvæmt aðildarsamningi að öll lönd skuli tryggja að það sé opinn farvegur fyrir stofnun samvinnufélaga ekki bara á sviði almennar innkaupa og neyslu, heldur á öllum sviðum. ASÍ tók þátt í því að reyna að blokkera tilskipunin 193 með eftirminnilegum hætti því miður. Nú það þarf líka að ramma séreignar búseturéttarform inn í lagaramma hér, líkt og í gildi í til dæmis Svíþjóð og Finnlandi. Vinsælasta form séreignar á íbúðarhúsnæði í búseturéttarfélögum í Svíþjóð. Þannig að þar sem ekki að ræða innan gæsalappa leitun eftir hagkvæmustu fjárfestingarkostum, heldur leita menn að hagstæðustu lausnum fyrir heimilisreksturinn og heimilisöryggið með því að fara inn í það séreignarform til hliðar við þann leigu- og búseturéttar markað í samvinnufélögum sem þar til staðar. Nei, hann nú fór eitthvað í. Nú, gott og vel, stéttarfélögin eiga sjóði. Og við skulum hafa það á hreinu að stéttarfélögin hafa möguleika á því að beita þeim sjóðum sem nokkurs konar stofnsjóðum til að hjálpa til við stofnun sjálfbærra íbúðafélaga sem að komast af stað og endurgreiða þessa fjármuni sem að þeir fengu í startfé. Það ábyrg ráðstöfun og ég tala nú ekki ef Eflingu tekst að spara sér í því að einar 40-50 milljónir með því að segja sig úr starfsgreinasambandinu, þá væri nú flott ef þeir legðu það í startfé, í þróunarfé í íbúðafélag fyrir neytendur, miklu frekar heldur en að hafa það í höndunum á Villa og Aðalsteini vinni mínum Húsavík. En munum það að ég held því fram að það skorti minnstakosti 12.000 íbúðir á lok þess árs inn á markaðin eins og hann Jafnvel þó það yrðu byggðar 3.500 íbúðir á hverju ári framundan í almennu kerfi, þá mun það ekki vinna upp íbúðaskortin á þessum 10-15 árum sem verið að tala á þessar húsnæðisáætlanir. Það vinnur ekkert á honum, ekki neitt. Þannig að það ekki hugsanlegt að leysa málin nema að fara í átaksverkefni og við þekkjum viðlagasjóðsverkefni sem settar á gangi í kjölfar Vestmannaeyjagossins. Það voru byggðar 500 íbúðir á landinu á einu ári.
Þær reyndust vel, þær voru keyptar forsmíðaðar allar saman frá nágrannalöndunum. Við getum keypt verulegt magn af forsmíðuðum íbúðareiningum frá Evrópu á alveg skikkanlegum verðum þó gengið hafi einhvern tímann verið hagstæðara. Við getum gert það með langtímasamningi en það gerist ekki nema það sé sett í umgjörð sem einhvers konar viðlagasjóðsumgjörð sem hefur það markmið að kaupa inn og byggja með hagkvæmum hætti íbúðir sem eru síðan seldar inn í íbúðafélög neytenda á hverjum stað. Sjálfstæð íbúðafélög í höndum neytenda og í Guðsbænum aldrei taka þátt í því að byggja íbúðir í einkahlutafélögum. Aldrei, ekki beita samtakaafli almennings til þess að efla einkahlutafélagaleiðin. Einkahlutafélagaleiðin aðferð til þess að halda utanum skattsvik, ég þori ekki að segja skattsvik, en til þess að halda utanum aðferð til að hagnast með lágmarkssköttum. Samvinnufélagaleiðin eða sjálfseignarfélagaleiðin leiðin sem verður að fara með íbúðalausnir fyrir almenning. Nú síðan annað, við megum ekki horfa fram hjá því að Íslandi gríðarlegur vandi vegna uppsafnaðra myglu og fúskskemmda. Alveg gríðarlegur vandi. Það verður að fara í að takast á við þann vanda, ekki bara í opinberu húsnæði heldur í húsnæði almennings. Og með hverjum ætla menn að vinna? Hverjir ættu að vera með? Verður ASÍ með? Verður Framsókn með? Ég held að það séu gamlir framsóknarmenn sem langar alveg til að vera með í svona verkefni. Verður Samfylkingin með? Ég næstum því viss það að það auðvelt að selja Samfylkingunni í Reykjavík að vera með í svona verkefni. Verður VG með? Ég held að VG verði ekkert með í neinu á næsta kjörtímabili. Verður Flokkur fólksins með? Verður BHM með? Takið eftir. Skyndilega BHM að átta sig á því að húsnæðismál sennilega eitt af stóru lífsgæðamálum. BSRB líka að átta sig á því. Verður Sósíalistaflokkurinn með? En hverjir verða á móti? Já, sko, ég er að reyna að velta upp hérna, sko. Sósíalistaflokkurinn gerir þetta ekki einn. Sósíalistaflokkurinn þarf bandamenn. Við þurfum hins vegar að vita hverjir ætla ekki að vera með í þessu. Við þurfum að vita hverjir munu gera allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir það. Þar eru samtök iðnaðarins og viðskiptaráð. Við vitum að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar ekki að hleypa þessu í gegn. Það er að segja Sjálfstæðisflokkur Bjarna. En það fullt af fólki í Sjálfstæðisflokknum sem hefur bara fullt af þokkalegri skynsemi og það þarf að tala við það líka. Lífeyrissjóðirnir, þeir verða ekki með í óbreyttu regluverki. Þeir verða ekki þáttakendur í þessu sjálfviljugir. Þeir verða ekki þáttakendur í þessu jafnvel þó að veri skipt alla stjórnenduna. Regluverkið í raun og veru gerir það verkum að þeir geta ekki verið með. Þess vegna þarf að beita það sem ég kalla skyldusparnaðar aðferðinni. Verður Viðreisn á móti? Sko ríkisbankarnir, já, hvar? Ríkisbankarnir, gleymum því bara, Billy. En við þurfum að tala fyrir lausnum. Við þurfum að leita bandamanna og aðgerðin megi ekki bíða. En munum eftir því að húsnæðissamvinnufélög, byggingarsamvinnufélög, sjálfseignarfélög húsnæðismál og velferðarmál, þau starfa ekki í tómarúmi og þau geta ekki starfað í tómarúmi. Löggjöfinni hefur verið vikið til hér, þannig að það mjög erfitt að fóta sig og það þarf að koma, kannski að við komumst ekkert áleiðis nema löggjöfinni verið breytt. Það sama með samfélagsbanka eða sparisjóði. Það þarf að breyta löggjöfinni til við komumst eitthvað áleiðis með það. Og nú tekur væntanlega Hólmsteinn vinur mig við. Við höfum sameiginlega reynslu af því að reyna að stofna samfélagsbanka og reyna að stofna húsnæðisfélög í almenning og hann segir okkur betur frá reynslu þeirra af því. Takk.
Kæra þakkir, Benedikt, fyrir að draga upp svona skýra línu og setja fram svona skýrt hvað þarf að gerast. Við ætlum að taka nokkrar mínútur í að fara á salernið, ná í vatn, nokkrar mínútur og svo setjumst við aftur og heyrum hvað Hólmsteinn hefur að segja. Svo eru spurningar. Já.
þessi. Já, halló, heyriði mér? Heyrist eitthvað? Jæja. Hólmsteinn Brekkan heiti ég og ég var með í því á sínum tíma að stofna samtök leigjenda á Íslandi og starfaði þar sem framkvæmdastjóri í mörg ár. Og ég get tekið undir allt sem að Benedikt búinn að fara yfir. Það allt saman, svo ég best veit, satt og rétt. Og sérstaklega þetta sem maður var að tala með húsnæðismálaráðherrann okkar góða, Eygló Harðardóttir, og þessa vinnu sem þar fór í gang að móta framtíðarstefnu á húsnæðismarkaði sem að eftir á að hyggja virtist vera lítið annað en það að halda fólki uppteknu til þess að hefur verið ekki að trufla dægurmála eða það sem verið að gera í raun og veru á Alþingi. Og sérstaklega þess sem Benedikt kom inn á að þegar að loksins átt að kynna niðurstöður þessarar nefndar í þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu með rauðvín og snittur, að þá var sú skýrsla sem var lögð fram var nákvæmlega þessi skýrsla sem KPMG gerði. Þannig að þeim fundi var bara fljótlega aflýst bara eftir 15 mínútur því að menn sáu það að það var bara akkúrat ekkert frá niðurstöðum starfshópanna sem kom þar fram, heldur einungis bara nákvæmlega það sem KPMG og Analytica höfðu skáldað eða sett saman fyrir ráðherra eða ráðuneytin. En það var farið í gang með það að það átti að fara í gang með það að breyta húsaleigulögum sem var og gert og einnig að koma á nýjum lögum húsnæðissamvinnufélög sem við fylgdumst grannt með og gerðum alveg gríðarlega miklar og alvarlegar athugasemdir við á þeim tíma þegar sem þetta var í meðferð þingsins. Og það sem að Benedikt kom inn á með að hvernig leigumarkaðurinn í öðrum löndum og það mætti taka lærdóm af því sem að þar hefði verið að gerast. Þá fórum við samtök leigjenda, við höfðum okkur lögfræðing 2 í því að aðlaga norsku húsaleigulögin að íslenskum aðstæðum. Og sendum sendum einmitt til þetta frumvarp, bara tilbúið frumvarp til húsaleigulaga til ráðherra. Og það var að sjálfsögðu bara blásið út af borðinu. En þar eitt einmitt atriði sem að Benedikt kom inn á sem rosalega mikilvægt, það þetta sem að eigna fólk eða fólk eiga 2 eða 3 eða 4 eða 5 íbúðir, að það óheimilt í Noregi. Og það óheimilt í lögunum að þú mátt leigja út þitt hús og þú átt auka íbúð í húsinu, þú mátt íbúð í sama húsi máttu leigja út og ef þú ert með stóra lóð þá máttu eiga og leigja út 20 fermetra skúri eða hvað sem á lóðinni. Ef þú átt auka íbúð út í bæ, þá þarf sú íbúð að fara inn í rekstrarfélag, leigufélag og þú átt að greiða skatt og skyldur af því. Þannig að það var ein leið sem að norska löggjöfin gerir til þess að takmarka eða loka á þennan hluta. Einnig að í hverju sveitarfélagi eða sýslu gerðardómur eða hálfgerður gerðardómstól þar sem að ég man þetta ekki nákvæmlega að þú þar sem að tekið á ágreiningsefnum leigu og milli leigusala og leigjenda og fleiri máli í raun og veru sem að einmitt veitir aðhald á leigumarkaði. Já, nákvæmlega einmitt að þú mátt ekki leigja út
nema húsnæði uppfylli þær kröfur sem að gerðar eru til íbúðarhúsnæðis. Þannig að það verður að hafa klósett í lagi og þannig að það verður alltaf að vera í tipp-topp lagi. Nei. En við fórum út í það lögunum húsnæðissamvinnufélög var breytt 2016. Og það var ekki tiltekið til þeirra athugasemda sem við sendum inn það að þetta væri óframkvæmanlegt og það væri hreinlega ekki hægt að stofna samvinnufélag undir þessar löggjöf. Nei, það er hægt að stofna búseturéttarfélag en ekki leiguréttarfélög. En við það var ákveðið það var stofnað félag á Suðurnesjum, íbúðafélag Suðurnesja, og við ákváðum að fara þá leið að láta á það reyna hvernig það væri að stofna félag undir sem að féll undir þessi lög. Og sú vinna, þetta eiginlega raun að vera ekki fyndið, sko, þetta tók 2 ár. Þetta var nánast óframkvæmanlegt og þegar við leituðum aðstoðar til dæmis ráðuneytisins, og þá sagði ráðuneytið, af hverju eruð að fara þessa leið, af hverju stofnið ekki bara einkahlutafélag? Og það er einmitt málið það, sko, að aðilar sem hafa verið að braska á markaði, hafa verið að stofna einkahlutafélag, hafa fengið fyrirgreiðslu hjá Íbúðalánasjóði og annað, vegna þess að í lögunum þessi einkahlutafélag sem eru sett til grundvallar, þá sitja þær inn eina grein. Félagið er óhagnaðardrifið. Já, eitthvað bara, það er bara ein grein, sko. Og þá njóta það fáðu þessu forgang og annað að lána möguleikum hjá Íbúðalánasjóði og annað. En það er ekkert 50 ára lánin til dæmis, en það er ekkert sem segir það, sko, að á næsta fundi sem að ég, sem eigandi einkahlutafélagsins, held með mér, að ég felli þessa grein í burtu. Eða segir að það er. Já, eða það er nú eitt. Hvernig breytum það þessu? Svona. Þetta er sett saman 2018 og það hefur lítið breyst. Lítið, það hefur versnað ef eitthvað er. Það er versnað ástandi ef eitthvað er. Og eins og komum fram að að réttur til húsnæðis er náttúrulega bara mannréttindi og þær greinar sem hér er vitnað í eru í fullu gildi enn það dag í dag, en það er lítið sem að farið er eftir því eða menn vilja vera meðvitaður um. Þetta er 2014, það hefur versnað síðan þá. Að við verðum ekki að fara í þetta og bragga hverfi nútímans þá 2014 eða 2016 þegar þetta er farið að þá var þetta að koma upp að fólk var að búa í og samþykktu iðnaðarhúsnæði og kellurum og eitt og annað og í framhaldi af þessu það var dálítið merkilegt að þá vorum við samtali við borgina einmitt möguleika á því að fá úthlutun lóðum undir eða undir leiguréttarfélag eða byggingarsamvinnufélag og þá breytti borgin reglum þannig að allt í einu mátti fara að setja fólk sem að kaupa félagslegar íbúðir í rísi og kellurum, kolakellurum undir súð, sem var ekki áður. Og hvað gerðist þá? Íbúðaverðið, eða verð á íbúðum í rísi og kellurum snarhækkaði. En varðandi braggahverfina þá höfum við verið að heyra það undanfarið að ríkið sé að fara að taka skrifstofuhúsnæði undir íbúðir, sem náttúrulega ekkert en það hefur eitthvað verið að tala um
forbyggðar einingar frá öðrum löndum og eins og staðan í dag að þá held ég að þetta sé ekkert óraunhæft að þetta svona muni þetta líti út einhvers staðar en hérna á hvað það að segja 2018 Já, Benedikt er eiginlega búin að fara í gegnum hérna alla þessar hækkanir og hérna svona hvernig þetta landslag liggur nema hvað að hérna að á Íslandi hefur alltaf verið þessi séreignarstefna og Benedikt fór vel yfir það hvers vegna hérna þessu hefur verið haldið við endalaust og óviljan einmitt hjá hérna ráðamönnum og hérna ASÍ meira segja og hérna stéttarfélögum og stjórnmálafélögum að vilja horfa á það hvernig húsnæðismarkaður byggður upp í öðrum löndum. Svona húsnæðismarkaðurinn í öðrum löndum. Það er það bil helmingur hérna í séreign og síðan hinn helmingurinn skiptist milli leiguréttarfélaga, búseturéttarfélaga og félagslegra íbúða. Og þetta hafa menn ekki viljað hérna horfa eða hérna gangast við eða hérna bara kynna sér sko. Stór hluti af séreiginni í Svíþjóð og hérna Finnlandi líka í búseturéttir, já. Í séreign. Það í raun ekki hagnaðarmaskína, heldur hagkvæmnimaskína frekar eigin. Þannig að ef það sé eitthvað sem að hérna sósíalistaflokkurinn ætti að hérna að reyna að upplýsa fólk og hérna kenna fólki að það er það sko hérna að þessi almenni íbúðamarkaður, almenni leigumarkaður er náttúrulega fyrir alla og er eiginlega valkostur. Ætti að vera valkostur heldur frekar en áþján. Þannig að en til þess að það sé hægt að byggja það upp og þá þarf að gera það í leiguréttarfélögum eða búseturéttarfélögum. Þannig að hægt að gera það hérna eins og í hérna sjálfseignarstofnunum eða hérna eins og VR hefur verið að gera það, en þar er alltaf þessi hérna hætta á því að þegar skiptir út stjórn í félögum eða hérna eitthvað gerist hérna í félagsins að þá dettur mönnum í hug hérna, já heyrðu við erum hérna með 350 íbúðir, við erum búin að leggja svona mikið í þetta og ef við seljum núna að þá græðum við 700% eða eitthvað. Að þá fáum við inn fullt af pening. Þannig að þetta verður að vera bundið inn í einhvers konar almennt félag þar sem að félagarnir eiga eða hérna reka félagin sjálfur sko. 2016 sendum við fyrirspurnir hingað og þangað og hérna athuga með stöðuna á leigumarkaði og það var hérna fátt svör. Það var eitthvað hérna Íbúðalánasjóður fékk síðan þetta hlutverk í að þetta var mjög óþægilegt að hafa ekki þessar tölur á hreinu eða nokkurn veginn. Íbúðalánasjóður fékk það hlutverk að mónitera að fylgjast með leigumarkaði en ég hef nú ekki verið að fylgjast með því hvernig það hefur gengið. En þetta nú svona eins og þetta var talið vera 2016 sko. Að þá var talið að hlutfall íbúða á leigumarkaði væri milli 26 og 30%. Ég veit ekki hvernig það er í dag og ég hef ekki upplýsingar hvernig hérna Hagstofan eða Húsnæðisstofnun skilgreinir þetta. En það er athyglisvert sko að hérna að það var ekki nema 2% af húsnæði í búseturétti af öllum þessum hluta sko. Það sem að hlutfallið í Evrópu er milli 15 og 20%. Þannig að þetta er til viðbóta við hérna almenn leigufélög sem að hérna er ekki til á Íslandi sko. Þannig að
hvað var það hérna, þessi 6% af markanum sem voru í hagnaðardrifnum leigufélögum, það var Klettur, hvað hétu þeir hérna sem voru í Keflavík, whatever, sem að fengu hérna íbúðirna náttúrulega frá Íbúðalánasjóði eða hvaðan sem það var, fyrir nánast ekki neitt. 2016, að þá þetta, þetta frá Íbúðalánasjóði, að það vanti þetta hlutfall sem kom fram þarna. Já, þetta er upplýsingarnar sem fengu frá Íbúðalánasjóði, sko. Ok. Þetta er náttúrulega. Sko, hérna tók ég fór ég yfir það, sko, að sænski húsnæðismarkaðurinn í heildina taldi 2016 4,7 milljónir íbúða og þar voru 47% leiguíbúðir sem skiptist í 20% óhagnaðardrifin leigufélög, 20% önnur leigufélög og 5% búseturéttur. 2% félagslegt húsnæði og þeirra sem þurfa sérstakan stuðning. Helmingur af þessum óhagnaðardrifnu markaði eru íbúðir sem sveitarfélögin eiga sjálf. Að sveitarfélög í Svíþjóð eða Skandinavíu, Danmörku líka, reka sín eigin leigufélög og þau takmarkast einmitt eins og Benedikt kom inn á, ekki við þá sem þurfa eitthvað sérstakan stuðning. Heldur þetta hérna, eins og í Danmörku, hefur kallað þetta almenn búling, að þetta er fyrir alla. Allir geta sótt allir geta komist inn og þetta er valkostur. Og fólk er ekki fleygt út þó að það fái betri vinnu eða spara eitthvað pening í banka. Á þessum tíma þá átti ég man ekki hvort það var 2006, hvernig átti ASÍ 100 ára afmæli. Já, það var akkurat þessum tíma þegar að ASÍ fleygði fram þessum fleygu almenna leiguíbúða loforði að forseti ASÍ, Ari Bjarnason, Gylfi já, hann sagði það á þessari 100 ára afmæli, hann sagði að það væri ástæðan fyrir því að ASÍ ætlaði að beita sér fyrir því að koma á þessum almennum leiguíbúðum væri sá að minnstakosti 30% af félögum ASÍ hefðu ekki efni á né myndu nokkuð tíman hafa efni á því að kaupa sér eða eignast íbúð eða komast inn á séreignamarkaðinn. Og ég held að þetta sé alveg rétt hjá honum. Ég er alveg nokkuð vissum það að það sé cirka 30% af fólki sem kemst ekki inn á inn á svo kallað séreignamarkað. En leita að lausnum. Sko, að þetta er það sem er möguleikar. Það er opinbert hlutafélag, samvinnufélagsform, almenn félagssamtök og sjálfseignarstofnun. Við tókum það ákvörðun íbúðafélagsins þess að fara að lögum og reyna að stofna leiguréttarsamvinnufélag og samvinnufélag, húsnæðissamvinnufélag inn undir lögunum. Það var 2 ára prósess með 2 lögfræðinga og fram og tilbaka ríkisskattstjóri, ráðuneyti, hingað, þangað að koma saman samþykktum sem loksins voru samþykktar. Þannig það tók 2 ár að fá kennitölu á félagið. Og yfirleitt var þetta okkur nennið að standa í þessu okkur stofnið ekki bara eitthvað hlutafélag. Nei, við ætlum að láta á það reyna. Og eins og Benedikt sagði að frá því að lögunum var breytt 2016 hefur ekki verið stofnað eitt einasta húsnæðissamvinnufélag á Íslandi þrátt fyrir að það sem að Eygló lagði af stað upp með á sínum tíma var það að það ætti að breyta lögunum þannig að það gera fólki auðveldara að stofna samvinnufélög. En það var akkurat alls ekki raunin.
Hérna nú bara svona hvernig íbúðir lít út í félögum, sko, það er alls konar og við þurfum náttúrulega ekki að finna upp hjólið. Það sem við lögðum á Suðurnesjum upp með var það að byggja 108 íbúðir í forsteyptum eða forbyggðum einingum frá Svíþjóð og það var með stuðningi sendiráðsins sem bæði við fórum í þá vegferð og lögðum upp með það við sveitarfélagið en það tók mörg ár og við fengum aldrei hérna vilyrði fyrir lóðum, aldrei nokkuð tímann. Alveg sama hvað við var ýtt á það og hvað mikið var sendið inn af gögnum og lýsingum fram og tilbaka. En þetta er svona dæmi hérna svona lítið leiguréttarfélag í Svíþjóð. Bara mjög normal, einfalt og góðar íbúðir. Og þetta er einmitt það sem við fórum á staði, það voru íbúðir á stærðinni 55 til 100 fermetrar. Og það verð sem við vorum með þá var cirka 135.000 krónur per fermeter fyrir utan lóðakostnað sem hefði þá getað fallið á sveitarfélagið, komið inn sem stuðningur. Og þetta er svona bara dæmi það sko hvernig fólk getur byggt og skapa sér íbúðaform nánast utan hvað sem er. Og sama hérna, þetta eru forsniðnar einingar, þetta eru mjög hagkvæmt og fljótlegt að byggja. Það er ekki að fara þetta. Ég get örugglega fengið að fara í gegnum þessa glærur seinna sko. En loksins þegar við fengum þessar samþykktar hjá ríkisskattstjóra að þá er þetta endanleg útgáfa af þeim þessar samþykktir og síðan er ég með þetta er 2016-18 það verður ekkert breyst. Það er nákvæmlega sömu grundvallaratriði sem að gilda í dag sem að þarf að breyta og það er bara því miður engin pólitískur vilji fyrir því. Engin. Svona, hvað er skynsamlegt? Varstu ekki með hitt? Sérðu svona vel? Sjónin er ennþá góð. Ég er bara 30 og bara fyrir eftir skjálfara. Þessi vinna sem við lögðum í þarna að fara í gegnum og stofna vinna þessar samþykktir voru gerðar með tveim lögfræðingum, Gísla Tryggvasyni og Eyjólfi Ármannssyni, sem að Eyjólfur þekkir til dæmis norska leigumarkaðinn vel og fór vel yfir norsku leigulöggjöfina og Gísli Tryggvason, ég held að sem var talsmaður neytenda til langs tíma, við varum alltaf að kynna hann, unnu þetta með okkur. Hérna liggur fyrir sko, þetta er bara uppkast að samþykktum sem að ríkisskattstjóri hefur þegar viðurkennt. Þannig að ef að menn vilja fara út í það að stofna svona félag og kanna hvort að það sé eitthvað grundvöllur fyrir því, að þá liggja þessar samþykktir fyrir sem menn geta nota þannig að þurfi ekki að finna upp hjólið aftur og fara í gegnum alla þennan pakka eina ferðin enn. En staðan eins og er núna að við fórum alltaf til Svíþjóðar oftar en einu sinni og vorum komin með samninga við fyrirtæki þar sem að byggir einingar og það var búið að teikna upp hús fyrir okkur, 6 íbúða hús og 8 íbúða hús á 2 hæðum sem að, eins og við sáum á glærunni áðan, svona 2 hæða einingar og við vorum komið það langt með þetta í Keflavík að þeir voru búnir að taka frá svæði inn í skipulagið sem átti að fara undir óhagnaða drifnar byggingar.
En síðan lentum við því að það náttúrulega kom þetta frábæra COVID og allt fór í baklás og langsum og þessum og við vorum búin að tryggja lánalínur og við vorum búin að tryggja brúafjármögnun og allt þetta. En skilyrðið fyrir því að við höfum getað haldið áfram var það að við höfum fengið lóðirnar úthlutaðar. En við fengum aldrei hvorki vilyrði og það var nóg fyrir brúafjármögnun og geta haldið áfram að fá vilyrði fyrir lóðanum. Yfirlýsingu sveitarfélags að það lægi fyrir að úthluta lóðum undir þessa starfsemi. Það fékkst ekki. Þannig að í COVID-tímanum eða þetta þá dróðu náttúrulega þetta fyrirtæki í Svíþjóð sig saman helming. Þannig að við mistum það backup og fjármögnunaraðilarnir mistu bara áhugann. Fóru bara að gera eitthvað annað sem var meira skemmtilegt og stuðningurinn það var nánast ómögulegt, það var ekki hægt, það var bara að segja þessu það var ekki hægt að fá neitt stuðning eða aðstoð frá Húsnæðisstofnun, ekkert, bara gleymdu því og ráðuneyti, ráðherrar og annað, það var ekki hægt að ná í þá og við fengum aldrei svör frá honum í barnamálaráðherranum Ásmundur Einarsson. Það var alltaf, hljótum að geta hist í næstu viku. Já, það hlýtur að verða að finna tíma. Þannig að það kom ekkert út til því. En ef fólk hefur áhuga á því að skoða þetta, þá þetta samþykki sem að liggja fyrir og þurfa að vera svona eftir 2 ára skoðun til þess að uppfylla skilyrði laganna. Að reka svona félag undir lögunum ekki hægt, því miður. Þannig að það sem við erum að gera núna, við erum að bíða eftir því að ríkisskattstjóri afskrái félagið. Vegna þess að girðingarnar og hindranirnar og þá kostnaður sem maður þarf að leggja í við stofnun og við rekstur félagsins óyfirstíganlegur. Hugsanlega væri hægt að uppfylla þetta eftir 10 ár. Ef félagið hefur rekstur í 10 ár, þá það hægt. Félag sem að hefja rekstur getur ekki byrja á því að vera með rosalega yfirbyggingu. Þannig að skoðið þetta endilega og bara... Já. Ef við kannski fáum átta spurningar. Já. Takk kærlega fyrir. Bara takk kærlega fyrir og gott að vita til þess að við getum skoðað þessar samþykktir. Laufey ætlar að labba með mikrofóninn og safna saman spurningum. Við ætlum að taka nokkra saman í einu og ef ég bið Benedikt og Hólmstein ef þið gæti verið hér síðan tilbúnir til þess að svara. Takk. Við ætlum að fá safna saman, þið megið kynna ykkur. Takk. Já, takk. Já, þið megið gefa mér merki. Já, þú tekur niður hverjir, já. Við byrjuðum að safna spurningum. Já. Mig langar að skjóta inn í 2 dæmum. Þetta með rekstrarformið, að það skipti máli í hvaða ramma það Árið 2002 samdi þáverandi ríkisstjórn félagsmálaráðherra Páll Pétursson svokallað leigu íbúða átak. Það var til þess að svara bregðast við gagnrýninni niðurlagningu verkamannabústaðakerfisins meðal annars. Það voru byggðar rúmlega 600 íbúðir árin 2003 og 2004, flestar á Reykjavíkursvæðinu. Af þeim byggði búseti í Reykjavík tæplega 200 með stuðningi og sérstaka samkomulagi við VR og Lífeyrissjóð Verslunarmanna með fráviksheimild frá ráðuneytinu fjármögnun. Þegar að bankarnir komu inn á markaðinn 2004-05-06 og Kaupþingar og viðskiptahöfandi í búsetu Reykjavík, þá hvöttu þeir búsetu Reykjavík til að selja þessar eignir sem voru byggðar í leigufélaginu út á markaðinn sem þeir gerðu ekki.
En Mótás og nokkur félög hérna á Reykjavíkursvæðinu seldu allar eignirnar sem þeir byggðu með sérstakri fjármögnun ríkisins með vænum hagnaði og létu sig hverfa fyrir hrun með mikinn hagnað af þessu leiguíbúða átaki. 430 leiguíbúðir sem voru byggðar með stuðningi ríkisins þetta ár guðu upp af því að þær voru í einkahlutafélagsformi og þeir skiluðu miklum hagnaði fyrir byggjendurna. Búseta í Reykjavík rekur núna dótturfélagið Búseta í Reykjavík með leiguíbúðir og þeir hafa ekkert sýnt neitt svona mikinn áhuga á því að stækka það umgjörð en það er alveg þess virði að tala við þá. Já, góðan daginn, ég heiti Guðmundur Hrafn. Takk kærlega fyrir herramenn fyrir frábær erindi. Mig langar að spyrja Benedikt varðandi hvaða tilskipun þetta er frá Evrópusambandinu sem hann er að vísa í. Ég heyrði líka nýlega viðtal við Jón Baldvin sem var að segja eiginlega það sama og þú að þetta væri algjört kjaftæði hvernig sumar tilskipanir væru túlkaðar sem áttu að koma í veg fyrir það að vera þetta reka svona samvinnufélag og hagnaðardrifin leigufélag. Varðandi fjármögnun, þannig ég vildi kannski fá að spyrja þig með tilskipunina og túlkunina. Varðandi fjármögnun var það þannig að 1964 þá var samþykkt á Alþingi launaskattur, 1% launaskattur sem átti að fara eingöngu í húsnæðisuppbyggingu. Hann var hækkaður í 2% árið 1974. Þessi skattur er ennþá á, heitir tryggingagjald í dag. En það var sem sagt upprunalega markmiðið með þessum skatti var að þessi fjármunir færi allur í það að byggja upp félagslegt húsnæði eða hjálpa til við húsnæðisuppbyggingu á Íslandi. Hérna fóru í byggingarsjóð ríkisins og byggingarsjóð verkamanna og húsnæðarsjóð. En þetta var lagt niður 89, held ég svo á fullu 1994 ef ég las þetta rétt. Væri til þess að gera það sem sagt að kröfu gagnvart ríkisvaldinu að hluti af þessu tryggingagjaldi sem er 4,8% í dag yrði notað til húsnæðisuppbyggingar af því að það er upprunalega ætlunin með þessum skatti. Varðandi viðlagasjóð og húsnæðarsjóð sem er til. Ég er að velta fyrir mig fjármögnun á svona kerfi, hvort að það megi sækja tryggingagjaldið, setja sérstakan sjóð á eða er núverandi húsnæðarsjóður, getur hann fjármagna svona. Evrópski fjárfestingarbankin. Ég er að velta fyrir mér svona ef þú hefur ykkur hugmyndir hvernig fjármögnun væri á þessu. Eitt sem held ég benda á varðandi Noreg, 2020 voru samþykkt lög í Noregi þar sem að skattur á aukaíbúðum var nánast fjórfaldaður. Það er að segja að núna borgar ef þú aukaíbúð þá borgaru fasteignaskatt af 90% af fasteignamati eða fasteignamarkaðsverði en af heimilinu borgaru bara fasteignaskatt af 25% af verði. Og það er orðið til þess að mikið af íbúðum í aukaíbúðum hefur endað á sölu sem að svo fjölskyldur hafa getað keypt. Þannig að þetta er svona, fyrir Hólmstein langar mér að spyrja. Kannski vera stuttorður. Eina spurningu, það er bara hvað var það sem var til þess að var ekki hægt að reka félagið? Hvað þurftu þið eiga mikið pening og hvað skilir voru það sem kom í veg fyrir að vera þetta að reka þetta? Þannig að gagnvart Benedikt, tilskipun og fjármögnun og svo hvað var það í raun sem að þurfti til Hólmstein? Takk fyrir. Já, hæ, Elisabeth heiti ég. Takk kærlega fyrir. Það er eiginlega búið að spyrja öllu sem ég ætlaði að spyrja en mér langaði bara að vita hvað það er í lögunum sem að er að hindra svona félög séu stofnuð og séu rekin. Takk. Ég heyrði ekki alveg þetta. Hvaða lagalegu hindranir eru til staðar í lögum húsnæðissamvinnufélög sem að gera það verkum að það er erfitt að reka þau? Já, ég bara þakka ykkur fyrir. Mér langaði bara að koma með ábendingu, Benedikt, að tölurnar sem að hagfræðingur BHM notaði í sinni grein eru tölur sem að koma frá verkfræðistofunni Eflu sem er hagsmunaaðili í málinu og ég rak mig á það því að ég hef verið að skoða þessar tölur byggingarkostnaði í alllangan tíma og ég hafði samband við hann sem kollega minn og hann lét mig vita því að þetta væri frá Eflu. Hagstofa Íslands, hún hefur haldið utan byggingarkostnaði áratugi og þar eru þeir með allt aðra tölur og opinbera tölur og ég ætla bara að gefa það dæmi sem ég reiknaði út í fyrra að í janúar í fyrra þá var byggingarkostnaður samkvæmt Hagstofunni 249.000 á fermetra.
á nýbyggða meðal íbúð í fjölbýlishúsi eins og Hagstofan skilgreinir það. Við tökum dæmi í Hlíðarendahverfinu sem að félagi Valsmenn eiga og þeir fengu landi frítt, þannig að það er engin lóðakostnaður undir hjá Valsmönnum. Þar var fermetraverðið samkvæmt fasteignasölu á 80,1 fermetra íbúð, var fermetraverðið 920.000. Það er 372% álagning á byggingakostnað. Væri íbúðin seld á kostnaðarverði pluss 25%, væri fermetraverðið hins vegar 308.000 og verðið á íbúðinni væri 24,7 milljónir sem að væri vel viðræðanlegt í staðinn fyrir að hún var seld á 73 milljónir. Þannig að það er mikilvægt að menn noti opinberar og réttar tölur í þessu og hann hjá BHM, hagfræðingurinn þeirra, hann hefur aldrei dregið þessa tölur sína tilbaka né leiðréttar og þær komust ansi mikið í umferð en það eru ekki réttar tölur, þær eru rangar. Takk. Já, ef þið kannski viljið bregðast við þessu, svo tökum við síðustu spurningarnar. Þetta var tilskipun, fjármögnun, tryggingagjald, aukaíbúðir og svona hvað í lögunum sem að hindrar þetta og svo hérna einmitt útreikningar fermetra. Og ég byrja. Sko, fyrsta lagi varandi tilskipaninnar, recommendation 193 frá Alþjóðavinnumálastofnuninni sem Íslendingar eru aðilar að, fjallar rétt neytenda til að hafa aðgang að rekstrarformi og lausnum samvinnufélaga, neytendarekstrar. Þessi recommendation var höfð til hliðsjónar við úrvinnslu á lagabreitingum sem voru gerðar á lögum húsnæðissamvinnufélög 2003 og 2004. Þessi var klárað 2003 fyrir því. Með það að markmiði að uppfylla þessa skilyrði. Þessi recommendation var, eins og þið þekkið eflaust, þá hefur það verið ASÍ sem hefur haft svona töluvert virkt hlutverk í því í samstarfi við íslensk stjórnvöld að halda samskiptunum við Alþjóðavinnumálastofnunina. Því miður var ekkert af þessum ákvæðum raunverulega innleitt í íslenska löggjöf eða ekki speglað með neinum hætti og það sem verra var að þegar að Evrópusambandið tók upp sérstakt átak í árinu 2012 með recommendation sem eru tilmæli. Þau hafa ekki lagagildi en þau hafa samt skuldbindandi gildi varðandi húsnæðismál. Þá var inni í tilmæli Evrópusambandsins tekin sérstaklega átak varðandi neytenda stöðu á húsnæðismarkaði. Þetta eru þær tvær sem ég er að vísa til sem dæmi hvernig húsnæðismarkaðurinn ekki að fara eftir þeim reglum sem að við erum í raun og veru samningsbundin aðilar að á alþjóðavettvangi. Fyrir svo utan það að sem sagt bara réttar staða leigjenda sem neytenda og réttar vernd þeirra, hún getur alls ekki talist vera í samræmi við þær Evrópureglur sem við eigum almennt aðild að sem neytendatilskipanir. Varðandi fjármögnunina og sérstak grunngjöld með svona skattstofni eða hvað það heitir, ég hef í sjálfu sér ekki sérstaka skoðun á því öðru leyti heldur en því að það er engin farvegur til þess að stofna svona íbúðafélög eða koma af stað neytendalausnum nema hafa aðgang að fjármögnun með þátttöku ríkisvaldsins, sveitarfélaga og stéttarfélaga. Hvernig það er gert nákvæmlega held ég að skipti kannski ekki öllu máli. Dæmin úr sögunni að byggingarsjóður verkamanna fjármagnaði byggingarátak með lánum úr atvinnuleysistryggingasjóði. Það gerist endurtekið. Ég held að það væri hagstætt fyrir fjárfestingar umhverfið á Íslandi að afvirkja vænan skerf af fjárfestingarfé lífeyrissjóðanna
sem að nota á braskmarkaðinum í dag, hlutabréfamarkaðinum að hluta. Ég held að veri mjög hagstætt fyrir efnahagsþróunin að afvirkja einhvern hluta af þessu fé og taka hann með skyldusparnaði sem að gæti verið bara krafa að þeir keyptu skuldabréf sem að yrðu framselt til íbúðafélaga neytenda. Þau bæru hugsanlega verðtryggingu en 0 vexti. Það væru bara kjör sem allir gætu verið sáttir við og sæmdir af og teldist ekki eigna upptaka í neinum skilningi. Það væri ekki þjóðnýting heldur. Þetta væri málefnaleg lausn. Nú varðandi tölur BHM, ég held að Þór hafi ekki verið að leiðrétta mig neitt. Við vitum alveg hvernig byggingavísitalan hefur þróast. Frá 2013 til 2023 hefur byggingavísitalan hækkað rétt 55%. Það svo viðmiðun sem ég var að nota og við höfum aðgang að upplýsingum verð fasteigna á markaði úr verðsjá fasteigna og það engin að fara með rangar tölur í þessu samhengi sem ég var að varpa hér upp ágæti Þór, Við erum að vinna út frá sömu gögnum. Mér alveg sama hvort þú átt eitthvað óklárað við hagfræðing BHM. Ég var ekki að vinna með neitt annað heldur en það sem hann var að sýna okkur þessa verðþróun sem aðgengileg úr verðsjá fasteigna, annars vegar úr gögnum Hagstofu og Mannvirkjastofnunar hins vegar. Tíminn alveg Ég ætla að bæta við ég ætla að fullyrða það, ég nefndi það var rétt 210.000 á fermetraverðið, framleiðsluverð eigna sem að ég var að vinna á áætlunarplani 2012 og við vissum alveg hvert það var og ég framreiknaði mínar tölur út frá því. Það annað fundur að byrja hér klukkan 2, þannig að við kannski söfnum saman þeim sem átt eftir að reyna að vera stutt orð. Eins og svara hvaða lagalega hindranir eru þarna í gangi, það lagabálkur, ég held að sé númer 1170 sem heitir lög húsnæðissamvinnufélög. Og þar í þeim lögum einungis gert ráð fyrir búsetu réttarfélögum. Einungis. Og það var þar athugasemd við gerðum við lögin, það var að það hindranir sem að lögin sjálf setja og takmarkanir sem lögin sjálf setja möguleikunum á því að fyrir almenning að stofna húsnæðisfélag. Í raun og veru það þá eins og lög húsnæðissamvinnufélög eru í Skandinavíu og þá nóg bara 2, 3, 4 komið saman og stofni félag, ekonomisk förening eða félag að byggja sér húsnæði. Þetta óheimilt á Íslandi, algjörlega. Lögin, eins og þau liggja fyrir núna, að þau eru byggð á gömlu lögunum samvinnufélög sem voru gerð á ógeðslega flókin og erfið að uppfylla til þess að slátra SÍS á sínum tíma. Og því hefur ekkert verið breytt. Þannig að lög samvinnufélög í Íslandi eru alls ekki í takt við lög kooperativs í Evrópu, Bandaríkjunum, Kanada, þar sem að allt gert eða meira byggt gert til þess að almenningur geti stofnað sér samvinnufélag utan nánast hvað sem þar á meðal húsbyggingar. Á tímabilið þá áttum við í samskiptum við Housing Cooperative of BC, það í British Columbia í Kanada og regluverkið þar til dæmis sem að heldur utan samvinnufélög eða í húsnæðissamvinnufélög bara einfalt. Þá þarftu að vera með stjórn sem að þú ert með lítið félag, þú getur ekki verið með 11 manna stjórn og varamenn og þú ert að löggilda endurskoðendur, þú ert að gera fjármála uppgjör og þetta löngu tíma, það alls konar svona tæknilega hindranir sem eru inn í lögunum út af því að þetta ennþá leifar af því þegar það átt að slátra sambandinu og Benedikt var náttúrulega partur af því þegar það átt að slátra KEA líka, að þetta á alls ekki við
í raun og veru inn í eitthvað sem að samvinnufélag sem að í almanna eða sem að til þess að sinna þörfum og hagsmunum almennings á grasrótarsviði. Þetta kannski við rekstur skipadeildar sambandsins á sín tíma til þess að eyða því en þetta svona það sem að þarf að endurskoða, að það þarf að einfalda þessa löggjöf algjörlega frá grunni, taka mið af þá einföldustu sænsku löggjöfinni eða einföldustu dönsku löggjöfinni og bara henda þessar lögum út í hafsauga því að eins og staðan í dag og við reyndum þetta í einlægni og auðvitað lentu við í COVID ástandinu og annað þannig að við gátum ekki verið að sinna neinum sérstökum rekstri sem var náttúrulega líka mjög íþykjandi að það verður að vera þessi jarðvegur verður að vera mjög plain og einfaldur til uppbyggingar. Já, Trausti heiti ég. Takk fyrir erindin ykkar. Þetta voru rosalega fróðlegt og það margt sem við erum búin að læra hérna. Ég var svona veltaði fyrir mér, svona kannski að spyrja fyrir hönd unga fólki sem hérna, því að við þekkjum ekki og vitum allavega hvernig það var áður en að bankarnir komu og byrjuðu að lána fyrir íbúðarkaupum. Hver var svona aðdragandinn að því að það hófst og hvernig var fyrirkomulagi áður en að bankarnir fóru að lána? Var eitthvað greiðslumat eins og við sjáum að núna? Og kæmi að þínum að þið bara til greina að banna bönkunum að lána til íbúðarkaupa eins og mér skilst að það hafi verið þannig áður. Það var ein spurning á Zoom-inu og það var réttinn til húsnæðis í stjórnarskrá og af hverju ekki. Ég skildi þannig að segja af hverju ekki farið eftir því. Ég að spyrja Katrínu Jakobsdóttir að því? Já, einmitt, en þetta bara spurning af Zoom-inu, en hérna næsti mælandi og svo spurningin mín komin fram. Ok, heyrðu, þá það Sigurður. Sigurður Haraldsson heiti ég. Það í síðasta laugardag þá var Sigurður Pálsson með erindi og talaði það verkamannabústaðakerfi, það hefur verið auðvelt að leggja það niður út af séreignarákvæðum. Ég heyrði Stúbendikt talað það að það væri auðvelt að slátra leigufélögum í eigu ríki eða borgar með því að það kemur bara nýr meirihluti og segði það gott að selja þetta. Sko með þessi, þú kallar þetta neytendavæn leigufélög, hvernig komum við í veg fyrir að þau verði einmitt fórnarlömb svona eigin hagsmuna stefnu og að þeir sem eru í félögunum í raun og veru drepi þau innanfrá. Takk fyrir. Ég ætla að biðja ykkur að svara. Má ég stökkva inn núna? Já. Mér langar að byrja bara beint á því sem Sigurður var að spyrja síðast. Sko, ég að tala neytendadrifin eða neytendastýrð félög. Það þýðir það að neytandinn verður að vera í raun eigandinn sem heldur á félaginu. Og þess vegna samvinnufélagaformið í not for profit umgjörð, þar sem óhagnaðardrifið félag sem á að vera sjálfbært í rekstri, það mjög verndandi. Því að það má ekki taka peninga út úr félaginu og það má ekki innleysa peninga til einkahagnaðar þeirra sem í félaginu með því að selja það. Það í skipulagskránni í lagarammanum. Þess vegna það allt öðruvísi en einkahlutafélag. Við þekkjum einkavæðingarsöguna á opinberu húsnæði frá Bretlandi, Svíþjóð og að hluta til á Íslandi. Þar félögin seld. Það sem ég var að segja hérna áðan í sambandi við leiguíbúð átaki 2023, 430 leiguíbúðir voru byggðar í einkahlutafélögum með opinberum stuðningi. Þær voru innleystar til prívat hagnaðar þegar markaðsaðstæðurnar breyttust. Þær sem eftir sitja eingöngu eignirnar sem voru í leigufélagi búseta. Þær áframreknar sem leiguíbúðir fyrir venjulegt fólk. Þess vegna skiptir máli að menn fari tryggi þennan farveg, en það líka hægt að nota sjálfseignarfélaga ákvæðin sem líka þannig að í skipulagsskrá hægt að setja ákvæðin að neytendurnir sjálfir stýri félögum. Þannig það í almennbólikerfinu, andelshlutinn
í Danmörku. Þannig að það eru neytendurnir sjálfir sem halda á því og það ekki hægt að taka það frá þeim nema með einhverjum mjög sértökum aðgerðum. Þannig eins með sparkassakerfið í sparisjóðakerfið í Þýskalandi, það ekki hægt að selja það frá íbúunum og neytendum. Það enginn sem getur tekið til sín prívat hagnað af því og ekki hægt að selja það af þeim. Það geta farið á hausinn, það alveg hugsanlegt en það fátítt. Nú rétturinn til húsnæðis. Við berum ekki gæfu til þess að það hefði verið sett ný stjórnarskrá á grunni þess sem að gera tillögu 2010. Við hefðum komist býsna nærri því að fá réttar ákvæði rétt til húsnæðis inn í stjórnarskrárbreytingum með þeirri tillögu sem stjórnlagaráð lagði til. Það afar tímabært að menn skilgreini það. Í dag eru nokkur ríki enn í kringum okkur sem eru að glíma við að reyna að viðurkenna þennan rétt með einhverjum hætti. Kannski verðþróunin í Finnlandi, verðþróun á íbúðamarkaði einmitt til vitnis það að þar eru menn að reyna að uppfylla þetta með einhverjum skynsamlegum hætti. Ég skal ekki fullir það. Við þurfum á því að halda að breyta einhverju í grunnrétti okkar. Kanadaverjar settu mannréttinda ákvæði í Canadian Charter of Rights strax fyrir 1970. Þeir gengu býsna langt í því að skilgreina réttinda ákvæði þessu tagi. Hvort þeim hefur tekist að uppfylla annar mál. En lánveitingar til húsnæðismála áður. Það var rekin í 50 ára skeið sérstök opinber húsnæðismálastofnun undir örlítið mismunandi nöfnum og undir deildir eins og byggingarsjóður verkamanna stóð að byggingu verkamannabústaða. Það var þannig að menn þurftu að sækja til þessa opinberu stofnunar og fara þar í mat til að fá viðurkenningu og lánshæfi. Allt of lengi var þessi stofnun hálf pólitískt stjórnuð, þannig að stjórnmálaflokkarnir áttu sína agenda og ég rúmlega 70 kall upplifið það að hafa þurft á því að halda að tryggja mér aðgang að stjórnarmanni í gömlu húsnæðismálastofnun bara til þess að geta fengið svar það hvort ég fengi lán eða ekki. Og við fengum ekki lán nema fyrir hluta af húsnæðisbyggingakostnaði eða kaupa og til endurkaupa á íbúðum þá tíðkuðust fyrst og fremst seljendalán alveg fram yfir 1990. Bankarnir hefðu tækifæri til að lána viðbótarlán til almennings. Þangað til þarna 2004 þegar þeir tóku kerfið yfir með einkavæðingunni. Þetta var auðvitað einhver tegund af lánshæfismati og alveg hryllilegt kerfi víxla og harks við að reyna að berjast við að klára bygginguna, en það voru mjög margir að byggja á eigin reikning, gleymum því ekki, og menn byggðu með eigin höndum og sköpuðu sér tækifæri til eignar bæði í byggingarsamvinnufélögum og eins menn keyptu tilbúðandi tréverk og komust upp með það. Norðmenn hafa til dæmis verið að beita sveitarfélögunum til þess að fá hagstæð tilboð frá byggingaverktökum í að byggja íbúðir sem þeir síðan selja til fyrstu kaupenda til dæmis tilbúnum undir tréverk með skilyrðum það að þeir mega ekki selja þeir út á almennan markað fyrir eftir 6 eða 10 ár, mismunandi langan tíma. Þeir selja opinberir aðilar í Svíþjóð byggðu lengi inn í íbúðafélög neytenda og Riksbygg meira að segja ennþá til sem apparat til að byggja íbúðir í íbúðafélög sem í sjálfsegnar formi. Tíminn alveg farið frá okkur en ég veit að Hólmsteinn vill loka, það var einhverjum spurningum beint til hans en bara ef hann þarf að loka svo og svo bara því miður komst ekki lengra með þetta í dag en munum að sjálfsögðu að halda áfram með allt það sem við hefum lært hérna. Já, ég var búin að svara því á það hvaða lagahindranir það eru sem að gera þetta erfitt eða þú sem að tefja eða hindra það að þetta sé framkvæmanlegt á einfaldan hátt. Eins og stóð þarna þá var þetta tillaga að samþykktum fyrir húsnæðisfélag almennings sem að voru þarna uppi og þetta eru samþykktir sem raun og veru eru viðurkenndar af ríkisskattstjóra að mögulega með fjármagni að félagsgjöldum eða hvernig sem það fjármagn og það er tekið fram í samþykktunum hvernig það er gert
mögulega með því að stofna nógu stórt og öflugt félag. Segjum það hérna Keflavík þegar við vorum bara að fá að félagsgjöldin var svona ekki bara eitthvað 15 kallar mann í 20-30 manns og mögulega með því að stofna félagið og byrja að innheimta hérna félagsgjöld að þá mögulega hægt að að keyra þennan rekstur í gang. Eins og búseti til dæmis hérna rekinn að þá ertu hérna skráður þig sem félagi búseta og þú fær búsettunúmer eða hérna í hérna biðröðin eða hvernig sem það og þú heldur þínu röð meðan þú ert að greiða félagsgjöldin og síðan farðu íbúð til boða. Sama þyrfti að vera í þessum félögum sem eru hérna leiguréttarfélög og fólk yrði að vera viljugt og skilja það að með því að vera að greiða í félögum félagsgjöld og eitthvað að þá ertu að tryggja þér í hérna öruggt húsnæði til frambúðar. Og það nákvæmlega sama. Það spurning sem við fengum ofti vorum að kynna hérna þetta á minni fundum hérna á Suðurnesjum og annað. Það var alltaf einhverjir sem stóðu upp og vildu vita hverjir það væru sem að væri að græða á þessu. Það lítur einhver að græða á þessu, það einhver að græða á þessu. Já, nei, það einhver. Það eins og Íslendingar vilji ekki eða það vantar eitthvað hérna inn í sem að gera það verkum að fólk skilji ekki að með því að reka félag í þessu formi að þá þessi svokallaða ágóði að hann kemur út til félagana í larri búsetukostnaði. Miklu larri búsetukostnaði. Og þú byggja 100 íbúðir, 200 íbúðir eins og við ætlum að gera 300 íbúðir í einu félagi að þá erum við að tala um eitt veðlán fyrir alla eininguna þannig að það alveg gríðarlega mikil áhættu dreifing sem þýðir það eins og í Danmörku og Svíþjóð annars staðar þar sem þessi lán eru veitt á stórar einingar að vaxtakostnaðurinn miklu lægri af því að áhættan svo lítil. Eins og þetta núna, þú ert til dæmis með 40 íbúðir í blokk hér. Þetta allt í séreign. Hver einasti íbúðir í séreign, þú ert með 40 mismunandi veðlán. Það ekki engin tvö og það hefur verið skoðað. Það engin tvö lán í einni svona blokk eins, ekkert. Síðan kemur að því að það þarf að gera við blokkina að hún fyrir að leka og það kemur mygla og eitthvað og þannig að það kemur upp hérna viðgerðarkostnaður upp á 4 milljónir hverju íbúð. Þetta raunverulegt dæmi. Og þá ertu með 40 eigendur sem eru mismunandi vel staddir fjárhagslega. Og þeir geta, einhver hluta þeim getur ekki tekið þátt í hérna þessum viðhaldskostnaði sem fer fram en aftur á móti meiri hluti hérna ræður og það farið út í þessar framkvæmdir og síðan íbúðarnir rukkaðir 2 milljónir, 3 milljónir, 4 milljónir og það eru dæmi þess, mörg dæmi þar sem að það verður boðnar upp íbúðir af fólki, af húsfélögum til þess að fá inn fyrir hérna þessum viðgerðarkostnaði og fólk hefur verið borið út. Þetta gerist ekki í svona stórum félögum þar sem þú ert með eitt veðlán á alla sem að dreifist, áhættan dreifist og þú ert með viðhalds- og viðgerðarkostnað inn í húsgjöldunum. Þannig að nú þarf ég að slíta fundinum, bara hérna, ég vil þakka þeim kærlega fyrir, gefa þeim gott klapp. Takk fyrir bara þá komið. Takk. Og við getum alltaf að tala þetta fram á rauða nótt hér sósíalistar sem hugsa bara húsnæðismálin eins og kom fram hérna fyrir í dag og hérna þannig að ég bara hvet ykkur til þess því sem hafi áhuga að skrá ykkur í undirbúningshóp fyrir stofnun byggingafélags. Það hérna ganga blað á borðinu, það á þessu stóra borði núna og svo ef þið að fara viljið þá taka glösin og bollana og sitja hérna á bakkan hér fyrir óhreina taugið. Og svo hérna veit ég að við getum haldið bara þessum samræðum áfram, við munum taka hana lærdóm með okkur. Takk kærlega fyrir. Svo munið þið að þið kallið í okkur Hólmstein þegar þið ætlið að halda áfram.